Sælir áhorfendur góður og verið velkomin til leiks hér í umhyggjuhöllinni þar sem fer fram eftir leikur Stjörnunnar og KR. Það er kannski leitt að segja að þetta eiginlega svolítið botslagur í Subway-deildinni í ár. Allavega þegar svona langt liðið á hana, eða það hún að verða hálfur. Við ætlum að vera með ykkur hér í kvöld. Ég heiti Ágúst Angvarðsson og með mér Jón Orri Kristjánsson. Velkomin til leiks. Takk fyrir það. Það er náttúrulega hátíð í Garðabænum eins og annars staðar og dregnir eru fram lýsar eins og að því kaliberi sem Jón Orri er og ég sjálfur þó að ef ég má segja sem svo. En við ætlum að fylgjast með leik KR og Stjörnunnar og KR í kvöld og það er kannski ágætt að við byrjum á því að fara yfir lið gestana. Númer 0 er Albert Clark Matthew eða Easy Matthews eins og hann kallaður. Númer 1 er Þorvaldur Orri Árnason. Númer 2 er Mikael Snorri Ingimarsson. 5 Emil Alex Richter. 8 kynnum við til leiks Mattias Orra Sigurðsson sem er að koma tilbaka eftir 1,5 tímabili í pásu. Númer 11 er Peli Elmeri Ristonhoika Alanen. Það er geggjaður framburður. 14 Gísli Þór Oddsteinsson, 15 Veigar Áki Hinsson sem er fyrirliði Káringa, númer 18 er Þorsteinn Finnbogason, númer 33 er maðurinn með flottu holninguna Brian Edward Fitzpatrick og númer 45 er Jordan Semple og þjálfari Káringa er auðvitað Helgi Már Magnússon og hans vonandi aðstofar er Jakob Sigurðsson. Fyrir það heimamanna númer 3 Robert Eugene Turner hinn þriðji, númer 4 er Hlynur Elías Bæriksson fyrirliði, 6 er Aron Kristján Jónasson, 8 Júlíus Orri Ágústsson, númer 9 er Ásmundur Múli Ármannsson, númer 11 Tómas Þórður Hilmarsson, númer 14 er Arþór Freyr Guðmundsson, númer 19 er Sigurður Rúnar Sigurðsson, 23 Friðrik Anton Jónsson, 24 Viktor Jónas Lúðvíksson, 27 er Júlíus Júsikas og 44 Adama Kasper Darbo og þjálfarar Stjörnunnar er sjálfsögðu Arnar Guðjónsson og hann aðstofar er Ingi Þór Steinþórsson. Nú er að flauta 1,5 mínútu leik. Ég og Jón Orri ætlum að reyna að hafa þetta faglegt hér í kvöld en við lofum engu. Við getum ekki ábyrgst neitt. Nei. Jæja Jón Orri, hvað segirðu? Fyrir þennan leik, hvernig líst þér á þetta? Mér líst bara vel á þetta. Ég er ekkert sérlega sáttur með stöðu hvors liðs fyrir sig í deildinni en þetta verður vonandi bara skemmtilegt. Já, það er skemmtilegt í okkur. Þetta verður skemmtilegt í okkur. Þetta er búið að vera brösugt hjá báðum liðum en kannski svona af sitt hvorum endar sko. Lítið flæði hjá Stjörnunni í sóknarleiknum og svona lítið flæði yfir höfuð og kannski vantar örlítið upp á gleðina og samstíga í svona menn séu samstíga en KR er þetta kannski meira svona þeir hafa ekki verið að finna leiksinn bara í heild sinni. Nei, ég vil bara hvorum einn á vellinu. Já. Það er mikið mannabreitingar sem við nú aldrei kann ekki sérlega góðurleiku stýra þegar það er svona mikið það en fáinn matar núna og ef hann er einhverju standi hérna að þá væri þetta þá er hann vissulega bæta liði. En við sín svo hvað er Dagur? Er þetta öllin eftir að reyna þetta leik? Gæti verið, ég var ekki múið að taka eftir hann er ekki liðinn kvöldin, ég sá sig hann ekki hér. Þið sett henni í samningin að spila ekki mútið Stjörnunni? Það gæti vel verið. En sko, Mattias Orri hann er að koma hérna eftir 1,5 tíma. Mér sýnist hann nú bara örugglega að vera samt í besta forminu af öllum þeim sem er að stíga hérna inn á kvöld. Það finnst lengur að fitna heldur en ég. Þetta víst. Herðu, byrjunarliðin er að verða klár og ef við förum aðeins yfir stjörnumenn, það er númer 27 Júlíus Júsikas og er Hlynur í fjarkanum, Rob Turner, Addu og Adam og Darbo. Þetta er svona hefðbundið lið þetta er bara stalað. Hjá KR þetta Easy Matthews, Jordan Samples, Veigar Áki, Fitzpatrick og Þorvaldur
Orri. Sko, síðast þegar að ég var að lýsa hérna, það var Stjarnan Skallagrímur, þá lýsti ég yfir stórsigri Stjörnunnar fyrir leik. Ég ætla að halda mig við það og lýsa yfir stórsigri Stjörnunnar hér í kvöld. Þorðu þú eitthvað að spá? Já, þeir eru allavega með bestamanni. Minn maður, Yngvi Svikas. Ég finnst hann æðislegur. Hann æðislegur. Sko, það hefur sjaldan verið að menn kunni að nota svona alvöru stóra menn á Íslandi. Nei, það er bara mjög langt síðan að það kom svona skroppur. En ef það er einhver sem kann að vinna með honum, þá er það hinu bæðingunum. Já. Sjá okkar mann. Ég held að meira segja Fitzpatrick sé ekki nógu sterkur í þetta. Það er í þrist. Beint honi. Arbo fyrir á línuna. Hefur ekki Friðrik alltaf verið að starta fyrir Stjörnuna? Jú, Friðrik hefur verið að starta hann til í þar síðasta leik held ég. Það er að Heiðin kom inn. Það er alltaf boðuleikur stýra að vera með eitthvað sem hefur spilað með IA í byrjunlið hvers liðs. Nú, hver er það? Það er ekki Friðrik að spila með IA með Ingimund Orra fyrir stóðan á þreymur. Það er ekki eins og það er boðuleikur stýra. Adam setur bæði þegar á Stjörnum Akkur sigur í vörðinni. Þetta var alveg gaman að segja. Það var líf í þessu. Umfram allt að reyna aðeins á sig. Þetta er að sitt tæk. Þú ert að sembla þetta að nýta sér raðan yfir Július. Hvað sögðu þú oft hérna þegar við vorum að kljást við hérna Michael Crayon, það var eiginlega sterkur fyrir mig og fljótur fyrir þig. Er eitthvað svoleiðis í hérna í dag? Er í Július Svikas svona maður? Hann er bara sterkur fyrir allt. Já, ég held að sé þetta ekki fljótur fyrir mig. Stjarnan með på leikkerfi og Rob. Stjarnan er vist bara rosa gott að náttúrulega hérna byrjun leiks. Ég vil byrja þannig. Þú var bristað eftir þegar skotum upp á leiks. Það er gaman sjálfna, það er bæði í vörðinu og stjórnum að það tala. Þetta er tróðslag. Hann er eins og ballerín. Hann leipur hérna stekkur upp á einni og bara leggur hann í. Það er svona átakanlegur munurinn bara á talandinum og hitunum í vörðinni hjá. Já, tala hólningur. Já. Það er annar liði sem virðist alltaf reyna á sig í kvöld og heitir svona... Já, ég veit ekki hvað, sjálfströst eða hvað hann er. Helgi bara að fá
svakalega rólegur hérna á bekknum með staðinu 11-1. Þetta var að kalla leikið bara. Taka eitthvað kast. Alvaldur og fyrirvændi formaður KR hefur verið mjög Þorvaldur Orri, hann er sjómaður, hann er skemmtikraftur. Fitzpatrick yfir á Þorvald. Þessi Böðvar líka hvað sendir liða. Robert snöggan þrist, líka okkar maður húsið. Lóta þristir upp. Káringar eiga engasti. Við sjáum Easy Matthews sjálfur leggur upp eitthvað kerfi, Veigar Áki, Hunnur Jordan sem að klára þetta vel. Þetta var nú flott kerfi á Kári. Það fengur nú ekki líka mótstuð Turner leitar að byggja rolli, leitar að drifla boltan svolítið mikið, leitar hans að fara, taka tíð. Hlynur reynir þristinn, klikkar. Easy Matthews með leiklisti sem hérna fyrir utan setur svo hleður í eitt þrist. Norman Geigar, stjórnumenn kæruleysir í frákastinu. Þá er mikið að sóknarfrákast meira máli með að það eru svakalega góðu frákastir. Það er tæknivilla. Fyrir hvað? Stóðlist í fyrir. Það var alveg Veigar sem var að bera upp boltan. Sko meturinn á vellinu. En þetta samt, ég finnst þetta með reynsluleysi hjá Sigurður dómara að Káringar eru að fara þarna í hraðaöflun og það er í rauninni Arnar í hag að gefa þeim bara eitt víti og láta þessu setja svo aftur upp í, fá að stilla upp í vörn og ég held að dómara var alveg steinhættir að dæma þessa tæknifillu. Ekki þegar Arnar hafi hlut. Nei. En sko, hann hörfaði samt aðeins undan þegar hann var búinn að kalla þetta. Ég held að hann hafi alveg séð það sér. En hann getur ekki hættir að kalla þetta. Búinn, hann verður hann að halda þessu. Hann hörfaði samt undan. Það stefnum þær höfðir. Ég myndi reynda líka að hörfa undan ef ég væri með augnar Hlyns eða Arnars í grillina. Þessi veit að bara Hvað segir Jónar? Heyrðu betur í mig núna? Nú heyri ég bara mjög liðið. Nú er þetta komið. Steini að koma að redda sig fyrir okkur. Segir ekki fíkt í þessu. Ekki fíkt í þessu. Gústi er búinn að djöflast í þessu tökum þetta tíma. Staðan er 14-4 fyrir Stjörnuna hér eftir 5 mínútna leik tæpa. Káringar stilla upp í sókn. Þetta eru svakaleg skrín sem hann headhuntar menn hérna Fitzpatrick í skínunum sinni. En ég hugsa að sé nú til margra hluta betur fallin en að skjóta þrista. Já. Þetta er alvöru baráttu samt þarna milli Fitzpatrick og Júsikas. Já. Þetta er líka bara. Addu er heitur, hann tjekkaði ekki á því. Hann gefur mér gott kött. Það eru fáir sem að finna þessar sendingar jafnvel og Hlynn. Þessar, Svona af póstunum, já. Já, eða bara hvar sem er. Það er bara, það er viss kostur að vera orðin fertugur að spila. Og við hefum 15 ára reynslu á næsta mannsirka. Já. 15 ára. Koma Matti og Finninn, ég ætlum ekki að reyna á framburðin. Ég skal taka það. Apali Elmeri Riston Poika Alanen. Já.
miklu betur en Já, það tilhörnum til. Addu kom með 7 stig hérna eftir 5 mínútna leik. Það greinilegt að hann ekki búinn að liggja í hangikjötunni yfir jólahátíðina. Það ekki mjög bjúaður allavega að sjá. En það gaman að sjá hérna, KR með 2 nýja leikmenn sem hafa ekki verið mikið að spila, allavega ekki Matti, sem hafa ekki verið að spila fyrir þá í vetur. Finninn og Matti. Mattias Orri keyrir á körfuna, Finnan. Sem að byrja vel. Þessi 2. Matti lítur nú ekki út að vera sérstaklega reyndaður. Hann líka bara 21 á sig. Og kemur með smá kraft í vörnina líka sem var kannski þörf á. Ég ekki tala um KR hjarta í hverju einasta körfuboltakvöldi. Mattias Orri KR hjarta? Ég veit ekki. Ég hef ekki að trúa einhverju svona hjarta. Nei, við erum að tala um 2 mestu málaliða í íslenskum körfubolta hérna í seinni ára. Ég reyndi á mig fyrir öllu. Linur í erfiðan fyrst, setur hann ekki, Veigar Áki tekur frákvæmdi, keyrir hérna hann fram. Fer óhræddur á Júsíka sem neitar honum. Og segir hafðu þetta eins og Sveinn Blöndal forðingar og hann klárar Linur. Snögg sókn í baki á káðningum eftir að Júsíkas hafi neitað þeim á hinum endanum. En það þarf samt eitthvað að skoða hvað í löpunum á þessum manni. Það var ansi fljótur upp að það. Þetta bara Veigar fram með sér og... Sveinn Blöndal einmitt mættur á leikinn. Já. Og Brilli var að mæta líka til leiks. Og þá stimplar Tómas Þórður Hilmarsson sig inn og einnig hefur Eugene Turner aftur komið inn. Og þá Július að dekka Mattias. Káringar hlaupa til kerfi sem endar í pick and roll með Fitzpatrick. Setur hann út á, ég ætla að kalla hann Riston Poika. Setur ekki annars skotið sitt. Turner keyrir og endar í furðulegu flótskotis og okkar maður Júsíkas. Brian Fitzpatrick á ekki róði. Ekki róð. Hann svona sveitasterkur. Þú sér að Fitzpatrick hann búinn að eyða of mörgum tímum í kynminni sko. En þú átt ekkert séns í svona sveitastig. En við förum aðeins yfir skorið hérna. Það 19-7 fyrir Stjörnuna. Stigahæstur Addu með 8 stig. Svo komum við Júsíkas með 3, Linur 3 og Rob Turner 3. Og Adam og Darborn búinn til 2. Hinum einn eru Sempul og Alanen með 3 og Easy Matthews með... Já, við ætlum að kalla Riston Poika, manstu? Riston Poika með 3, Sempul 3 og Easy Matthews með 1. Þetta alltaf að vera alveg agalega þægilegt hjá Stjörnunni. Helgi tekur leikli til að taka kast, eða ekki? Jú, hann sýnist að reynda að vera að taka kast. Eða ekki? Það rosa mikið á handabendingum. Við þurfum eiginlega að fá mækan mann yfir. Já. Strákar, reynum við meira á þessu. Það eitt. Með Jordan Sempul, nú hef ég horft á ansi marga leiki hjá KR í vetur. Ég hef aldrei séð hann reyna á sig. Og hann ekki nógu góður til að reyna ekki á sig. Nei, hann ekki nógu góður til að vera svona algjör lúxushætt, sko. Easy Matthews ekkert mest í því að reyna eitthvað mikið á sig, en hann var betri. Það meira flæði í honum, þetta kemur auðveldar til hans. Já. En það svo sem ágætt hérna, þegar við erum í umhyggjuhöllinni í Garðabænum, að við séum að sjá Helga Már Magnússon þjálfara KR taka kastið en okkar mann Arnar Guðjónsson bara rólegan á hliðarlínunni. Það ágættist tilbreyting svona á og til. Ég held að Arnar hefði ekkert mikið til að vera eitthvað sérstaklega stressaður yfir eftir þessar fyrstu 6,5 mínútur. Það einhvern veginn, ég veit ekki hvort hátíðarnar hafa farið vel í mína menn, en mér finnst allt annað að sjá þá. Gæti verið að þeir eiga auðveldara með að gíra sig upp í KR-leiki heldur en aðra leiki. Já, það ætti þá að eiga við báðar áttir, en virðist alls ekki vera það. Dómari Júsíka setur sitt vídeóni eins og að drekka vatn. Það er ekki villa, Það er komin 1 tæknivill í dag, hvað heldur það að verði margar?
Ég held að verði ykkur markveldi af 3. Einhver markveldi af 3. Og reiknaði nú á okkur. Okkar maður Turner byrjar að drippa boltanum og finnur samt Júlíus Orra í horninu sem hann fer upp. Það var ekki Júlíus Orri átti góðan leik hérna á móti Skallagrími síðast og ég vona að hann haldi upptökum hætti. Nei, heyrðu. Mér finnst ótrúlegt líka að hann búinn að hlaupa tvisvar aftur í vörnina og síla manninn þarna. Hann hlaupa tvisvar aftur og stoppar hraðar KR með því að blokka og hann ennþá inni og hann blæs ekki nös. Nei. Hann bara eins og... Blæs ekki nös er kannski... Já, nei, já, við segjum það. Við segjum að hann blæs ekki nös. Hann eins og Wilson Kipketter. Alltaf eins og var alveg að verða búinn. Hann á alltaf auka. Já. Góð verður Júlíus. Veigar í ótninu með þristinn, of langur. Tómas með frákasti, finnur Turner 1. Svo tellir 2. 4, 5, 6. Það eru 6 dripp og svo sending. Sko, hann kann sinn körfubolta, Júlíus, Júsíkas. En þarna var hann eitthvað að klikka með að fara með boltan niður til litlu sokkana. Leiðlaði að taka hann af sér. Það var ekkert að drífa sig í vörn þarna, okkar maður. Hvað er maður? Ruðning. Alveg... Arnar er að gæla við aðra tæknivillu, séu. Hann er að gæla við hana. Ég held að hann sé bara á seinni jólaból, sko. Hann er bara stimplaður út í það. Það er einhver bæjónskingar sem að bíður maður og... Hvað er í gangi? 22-7 staðan, hvað er í gangi, spyr Jón Orri. Þeir eru bara að bíða eftir að taka innkasti að meðan að okkar maður tekur kasti þarna, Arnar Guðjónsson á kantinum. Mattías kemur boltan upp fyrir KR. Sérðu, ég held að Arnar hafi verið að tala frísku við fyrir hann eitthvað. Já, hann kann allt. Hann getur brugðið sér í alla kvikmynda líki. Hann getur verið Serbi, Kanadamaður, Dani og núna síðast Finni. Turner með frákast fyrir Stjörnuna. Finnur Hlyn Bæringsson. Fær í pick and roll og dribblar svo boltanum. Og leitar að skoti, finnur það ekki og svo okkar mann á blokkinni. Hann dribblaði 18 sinnum að sömu fermetrunum að ná hann. Þetta var ekki okkar mann Tómas Þór Hilmarsson með góða bakvindingu sem var ekkert að kalla á og Júlíus Orri með þristinn í horninu. 25-7. Það er ekki mikið líf í káningu. Þú sér líka bara bekkinn hjá þeim. Þetta er döpt yfir þessu. Já, það er döpt yfir þessu. Ég held að ég gæti reynt að kveikja í sig með að henda Þorsteini Finnbogasyni inn á þess að kveikja í káningu. Sjá hvernig taka heatcheck á Þorstein. Já. Það er ekkert galið. Hann reynir allan á sig. Tómas á blokkinni. Vegari. Það fær villuna og eru þeir komin í bónus eða hvernig staðan, já. Tómas Þór fær 2 skot vantilega. Þetta er ekki góð sviti fyrir káringa. Mér finnst þeir spila enga vörn en eru samt komið með 3 fleiri villur heldur en Stjörnuliðið, sko. Þeir eru ekki allavega að spila eins og þeir séu að fara að berjast fyrir lífi sínu hérna að seinni part vetrarins. Það er líka fekk ekki að vera í þessari stöðu kannski. Þetta er saman, þetta er allt saman. Þeir sem eru búin að spila, ég meina það er Matti og Veigar, Þorri sem eru káringar. Þeir eru káringar. Turner stað boltanum hana og klikkar á. Þetta vel fyrir Mattías. Mattías finnur Veigar sem fer upp og klárar. Þetta hefði Júlíus til dæmis neitað þessu. Ja, hann hefði neitað þessu. Vill á
Riston Boika. Apali Elmer Riston Boika Alanen með sína aðra fyrstu villu. Þetta er væntanlega hans önnur. 27-9. Hvað setur fyrra vítinni? Þetta er bara það besta sem ég sé frá Stjörnumönnum í mjög langan tíma. Mjög langan tíma. Ekki það að mótspyrnan er ekki svo mesta, en þeir eru samt bara búin að spila vel. Mótspyrnan hérna frá Skallagrími í bikarleiknum fyrir tveimur kom að mun meiri. Já, það er líka ekki aðeins meira sjálfstöðst í Skallagrímsliðinu heldur en þessi káli. Það var einhver aðeins að eiga lokaskoti. Mattias vinnur Fitzpatrick í horninu. Seldan aftur á Mattias. Sem að sækir á körfuna fær villu á Júlíus Orra og Stjörnumenn ekki sáttir. Júlíus steinhissa. Gaman að geta þess að Júlíus Orri Ágústsson er tilnefndur ásamt fjölskyldu sinni og vinum sem Akureyri með Norðlendur ársins á kaffið.org vefmiðlið fyrir Akureyri. Kaffið.org? Já. Kaffið.is. Þetta er vísir eða MBL fyrir Norðmanna. Nær þetta yfir Akureyri eða Eyjafjörð eða bara yfir allt Norðurlandi? Ég er ekki alveg þetta kunnur í staðátum. Við erum með örvendingarskóð frá miðju, hittir ekki. Fyrsta leikmynda lokið og staðan er 29-10 fyrir Stjörnuna. Stjarnan hefur skorað vild og spilað vörn sem kemur óvart. Frekar lotteris á sig á káringum, en vonum nú svona fyrir leiksins vegna að það breytist. Já, eins og ég segi, það er 29-10 fyrir Stjörnuna og fyrsta leikur er lokið. Ekki mikið að frétta á káringum, en Stjarnan að spila sem besta leik sem við höfum séð það sem aðeins vetri. 7 manns komnir á skýrslu hjá Stjörnumönnum. Þarna var það 7 manns komnir á skýrslu hjá Stjörnumönnum. 7 manns á skýrslu? Já, hvað segir það? Stigatöflun? Hvað segir þau? Hvað segir það? Hvað eru margir búin að skora? Komnir á blað? Komnir á blað. Er það ekki fótboltatall? Það gæti verið. Við erum náttúrulega líka góður í fótbolta, þannig að það var þú. Þá er það annar leikluti, hann byrja hjá Stjörnunni, Júlíus Orri, Adam Darbo, Tómas Þórður, Rob Turner, hinn þriði og Friðrik Anton eða Mækarinn eins og við köllum hann er í áskaninum umhyggjuöllinni. Þá er káringu byrja. Adam Darbo, stuttan fyrst setur hann og staðan er 31-10. Þorvaldur Orri tekur boltann fyrir káringa. Sjöðu, það munar þetta, bara að fá fót og sér vera aðeins aktífur í vörðinni, þetta munar þetta. Bara til þess að fá smá kraft og líf. Það er ekkert einhvern veginn að gera hjá káringum. Þetta er mjög vel gert hjá Stjörnumenn stilla hérna upp. Að hverju leita þegar að þetta liðið inn á
Friðrik, hann á að fá þristinn. Þriðji, spjaldið honi, hver gengur ekki. Riston Poika með frákastið. Hefur einhvern Finni á við Antti Karvonen spilað á Íslandi? Manstu eftir öðrum Finna sem var á sama kaliber? Nei. Ég man bara ekkert eftir mörgum Finnum. Nei. Þeir eru alltaf með hörkudeild. Hörkudeildina. Jeb Ævi spilaði í Finnlandi og kom svo tilbaka og var þá besti leikmaðurinn að hægla á Íslandi. Antti Karvonen spilaði þetta við Stjörnuna við góðan orðstíl. Og svo er þetta Apali Elmer Riston Poika Alanen. Það er út að hafa einhverju komið sem að falla einhverju skuld á. Þannig fór einhverju á snemma inn í teig og Stjörnumenn eiga innkastið undir sinni eigin körfu. Er þetta bakurur? Hann er Riston Poika. Hávaxinn bakurur. Tómas Þórir reyna að fá hann undir, póstar upp, Finnur Rob undir hotninu, Július Orri hætti við að færa þristinn og keyrir upp á körfinu, Finnur Friðrik sem að klikkar hann á leiðöpunu, Káringar í sókn. Mér finnst bæði lið klappa boltanum allt og alveg ótrúlega. Það er minna með Stjörnunni heldur en vanlega, en það er samt of mikið. Já. Fitzpatrick keyrir á Friðrik og setur hann og fær víta Hauki. Og þá er Arnar kominn með nóg og skiptir inn á Hlyn og Július Júsíkas og alltaf fyrir Tómas Þór og Friðrik Anton og svo er Addu að koma inn á þá fyrir Július Orra. Arnar fekk alveg nóg þegar Káringar skoruðu 4 stig í röð hérna. Hingað ekki lengra en nú stoppur festin. Já, nú stoppur festin. Easy Matthews sem gerir sig kláran hefur verið Káringa. Og mér þykir okkar maður skallinn Helgi Már Magnússon fullur rólegur hann með stöðuna á liðinu. Já. Ég hef oft síðan næstari. Það er bara bakk. Þetta var rosalega. Reyndi þrisvar. Þetta hefði verið fallegt. Hlynur fær boltan fyrir utan, Rob Turner, Adam og Darbo. Ég hef ekki séð boltan ganga svona hratt á milli manna í langan tíma. Þetta var vel gert á Stjörnunni, svo fundu þið góða leiða körni, Adam og Darbo klára vel. Við séum að Káringar koma. Að hverju eru að leita? Eru að leita þristinn með Fitzpatrick með þessu eða eru að leita að hann keyra körfuna? Sko málið er það, ég held að Jordan Semple sé ekki búinn að átta sig á því að öll liðin í deildinu eru búinn að átta sig á því að hann setur aldrei skrín. Já. Hann slippar alltaf og er alltaf að vonast eftir því að komast svolítið þægilega upp á körfunni, sko. Þetta er styrkt hjá Kári. Þetta er rosalega lélegt. Ég er sem að vonast eftir leikirna, en Stjarnan bara nennir því ekki. Fitzpatrick og Jordan Semple, Easy Matthews og okkar maður Július Júsíkas stelur hann bara af Easy Matthews. Þessi hendur á þessum manni. Ég er ekki að segja það vantar gríðarlega mikið í þetta Kári þegar Dagur Kári er ekki með. Hann er svo sem eiga bara furðu gott tímabil með restina af liðinu. Já. Hér sjáum við Addu er ennþá heitur, hann er komið 11 stigs eftir þristinn hann í hotninu. Það sem er eiginlega skrítnara heldur en að hann sé ennþá heitur er að hann er ennþá opinn. Easy Matthews reynir að kera körfuna en hann eiginlega bara skrika til fæti og óheppinn hann og hann skrika Adam og Darbo, það er eins og að þurfa að þurrka gólfið. Og Hlynur þarna hefði viljað sjá tróðslu. Og Helgi Már tekur leiklið þegar staðan er orðin 36-14 og 6,5 mínúta eftir af öðrum leiklið. Arnar er mjög rólegur að sjá. Það er 38-14 eftir þessu 2 síðustu stigum frá hinn.
Ég hefði viljað sjá tróðslu hana, þó að hann sé verkefni. Getur hann þetta tróðið? Já. Þessi? Getur þú tróðið? Já. Standard, bara án hatrinu. Þú flýgur því. Ég ekki að ljúga. Gleyma aldrei fellutróðinu sem þú tókst þetta einu sinni. Þarna, þú tróðst yfir Njarðvíkur strákinn og rúllaði 2 hringi í jörðinu undir körfunni til að aðtöku hvort að boltinn með þessari von. Já, ég var mjög hræddur að ég hefði klúðrað tróðslum hérna, en það voru 2 góða tróðslir í þeim leik, svo tókst þú apatróðslið yfir Magic Basinski. Já. Hefur átt að fá tæknivillu fyrir að hanga í hringnum aðeins svo lengi, en fegst að sleppa í það skipti, sem ótrúlegt, því ég held að Kitty Óskars hafi verið að dæma. Já, Kitty hefur aldrei dæmt fyrir á. Það var líka dæma þegar þú kvartaðir yfir því að ég hefði hangið í hringnum á Ísafirði. En það var bölvu vitlaust líka þegar þú varst fórnarlambið. En förum aftur í þennan leik. Þetta getur verið skemmtilegur leikur. Mattias kemur upp moltan, Easy Matthews. Hvað er að leita núna? Þeir eru að leita hérna eitthvað byggaról. 14 byggaról. Þetta var nú bara, þetta var erfitt layup, en ofan í fór það. Easy er svolítið ólíkjandutól. Stundum finnst mér hann alveg frábært. Hann getur allt geggjað að leikja. Það er gaman yfirleitt að horfa á hann spila. Hann er örvhentur og er með svona skemmtilega takt og sjáðu þetta. Hörðu, hvaðan kom hann? Þorvaldur Orri neitaði hann að Adam og Darbo algjörlega opið layup. Þetta var gott maður. Hann gormaði við. Já. Þannig að hérna, þú veist, Hjálmari Stefáns þegar hann var fyrst að byrja. Já. Hann kom hann alltaf óvurum. Já. Og særlega fljótur upp einhvern veginn. Villa hérna á Turner. Hvað, hérna, nú er Darbo að dekka Easy Matthews. Já. Darbo er mjög gamall. Hann er hundgamall. Á ekki Easy að geta gert eitthvað. Jú, en það er svona stundum. Ég man þegar hérna, við vorum að spila ef maður yngri, þegar það voru svona hraði gæjar, þá tókuðu kannski 2 gabbhreyfingar, þannig að þeir voru komið tilbaka þá varst þú ennþá á saman stað. Það virkaði á þeim bara að vera hægur. Og það gæti kannski verið vandamála, þannig að taka of marga gabbhreyfingar og lendur bara vandamáli sem hefur ekki reynt sig. Það hefur ekki getað reynt sig. Mattias er hérna að komast á blað, þetta kom með 2 stig. Villa Fitzpatrick, hann er að reyna að slást við Július Júsíka. Þriðja villan á hann, þetta er bara eðlilegt. Já, þetta er háalvarlegt mál fyrir Káringa. Þetta þýðir það bara Jordan Semple þarf að fara að reyna að dekka Júsíka svo það verður veisla fyrir okkur. Hann nennir því ekkert sko. Helgi ætlar að halda Fitzpatrick inn á. Nei, nú er okkar maður Þorsteinn Finnbogason sem er komin, hann er gerð svo kláran. Hann er að fara að dekka Július Júsíkas. Þá mætast nú stálist inn eins og Skallarnir hendur nokkuð mörgum á Júsíkas í bikarleiknum og þeir voru allir konum með 4 eða 5 millur og ég held að þeir voru 4 eða 5. Þetta gæti verið kannski taktikinn sem Helgi þarf að fara í núna að setja 3-4 menn til að brjóta á hann. En hann er samt sko, hann er bara með 3 stig. Þetta er, ég veit ekki alveg, eða þetta, nei, hann er með 8. Hinn er Július Orri Ágústsson. Já, ég veit ekki hvað að gera. En Þorsteinn Finnbogason er alls ekki slæmi kostur í að berja á það manna. Nei, ekki alls ekki. Og ég held að, þú veist, eitthvað sem að káir þar núna er að koma einhver smá grinda einhver trillingur hérna inn. Kannski setja 1, 2, 3 þrista til að kveikja mannskapnum. Það geti alveg, setja 1 frá hérna miðju eða eitthvað svona, grinda einhver trillingur sem maður segir og komið þeim í gang. En þeir þurfa einhvern neista, einhvern til að koma sér í gang. Ég held að það sé okkar maður sem ég man aldrei nafnið á, sem að Kristján Poika sem er að fara að starta þess ef einhver ætlar að gera eitthvað fyrir Káringa.
Getur maður kosið inn á kaffi.org? Já. Þurfum við ekki að fara að kasta aðkvæðum á okkar mann? Það búin að þið. Sérðu þetta? Talandi Júlíus, aftur! Hann núna vann að kaupa mín aðkvæði inn á kaffi.org. Norðanmaður ársins. Ekki reykistefna hérna. Skóklukkan, fór ekki að stað. En svona leiksins vegna þá viljum við nú sjá eitthvað aðeins koma tilbaka frá KR. Algjörlega. Þorsteinn, Matthías, það er opið þykjast sko, þetta er ekkert vænlegt til árangurs en hann aðeins til hliðar, Geigar. Þetta var hann kannski aðeins reykaður. Smá rið vantarlega. En hann í stjórn KR. Matthías? Já. Hann örugglega eini spilandi stjórnarmaðurinn á Norðurlöndunum. Ég man reyndar eftir öðrum sem var spilandi formaður stjórnar hjá Breiðablik árið 2005-06. Ég held að það hafi verið Eggert Baldvinsson. Bæði formaður stjórnar og... Ekki að það þegar þið voru í úrvalsdeildinni? Úrvalsdeildar fyrstu. Vá. En ég satt, mér finnst þetta svolítið merkilegt þetta stjórnarlið. Þeir eru með Júlíus, Tomma og Hlyn og Friðrik sem þetta eru bara einhverjum stærstu skrokkar í deildinni. Já. Matthías og og þeir finnir hérna vantar einhvern eins og Hlyn til að fatta það að þú ferð upp á hæpost þegar hann búinn að algjörlega búinn að eigna sér teginn hann Júsikas. Kristján Póka upp í, finnur Easy Matthews í þristinn. Fallegt örfænt skot sem að Geigar Adam og Darbo, en það vantar hérna stóran mann eins og hans með reynslan sem hann Hlynur hefur. Svo eitthvað kærleysi komið í stjörnumenn sem að tapa honum eða er þetta neisti hjá KR-ingum? Og Arnar nefnir þessu ekki, þeir eru komið með aftur 4 stig í röðuna. 4 stig í röð, þá tekur Arnar leikli. Hann er ekki ennþá búinn að kasta samt spjaldinu sínu í gólfið. Það er ágætismerki. Þú er búinn að fá lestur frá Hilmari formanni. Það gæti verið. Landið spjöld. Staðan er 40-21 fyrir stjörnuna þegar að 4 mínútur lifa af fyrri hálfleik. Stigafastur í leiknum er Atu Júlíus Júsikas 8 stig, þar á eftir Darbo með 6 og svo eitthvað Hrúa að byrja með 5. Það er nú þokkalega, þetta er líka stigaskur á KR-ingum, þetta er milli 2 og 5 stiga sem að dreifist á það bil 7 eða 8 leikmenn. Þetta var stutt ræða hjá Arnari. Þannig að þetta er bara rétt vilja brýna á. Það er gaman frá því að segja að í dag í kvöldi að hefur verið frítt á leik stjörnumenn KR hér í umgjörninni í boði KC Málum. Núna er Kristoffer Karters, mikil stjörnuaðdáanda. En það var líka hægt að borga sig inn og greiða þá í framlag til umhyggju. Já. Júlíus í þristinn, heitir ekki, stjörnumenn ná ekki taka frákvæmst en KR. Easy Matthews tekur boltan, fer með hann upp, leitar að einhverju, finnur það ekki. Falleg hreyfing sem endar með Grendsbyður. KR-ingar eru að reyna að setja pressu. Helgi Már er að kalla eftir því að menn pressi framar. Til þess að reyna að gefa þeim einhvern neista. Hérna lappar Adam og Darbo fram hjá Kristján Póka. Tómas upp í þristinn, Geigar. Mikil baráttu frákastið sem endar hjá Júlíus Orra sem að klikkar en aftur tekur stjarnan sóknar frákast og þarna setur okkar Júlíus Júsikas, besti maður.
eftir mikið harðfylgi var búinn að taka 2 eða 3 sóknarfrákast í annað 3. skipti nær honum og setur hann onni og fær villuna að auki. Ég verð að viðurkenna, ég skil ekki hvernig hann þá hótu. Hann bara búinn að fá mjög litla hvíld. Litla hvíld, hann samt, eins og ég Guðul segi, gangi bara ólíkindatól. allan tímann inn á vellinum með þér. Eins og Wilson Kipketer, hann getur hlaupið endalaust. Fyndalaust. Sérst bara á honum. Atu með sóknarfrákast, þetta er ekki gott fyrir KR. Þetta er 4. sóknarfrákast hérna bara í röð. Atu í check. Setur hann og fær víti að auki. Atu er að ég held 4 af 4 í fyrstu. Já. Það er ekki 3-3 í vítum ef hann setur þetta á ný. Nú hefðu við getið verið faglegir og verið með tölfræðan uppi við. Já, við segjum það bara. Þá vil einhver gefur okkur aðhald. Ekki sagt það sem við viljum. Riston Poika keyrir að körfuna, leitar að finnur hana Jordan Sample. Þetta var bara vel gert hjá hann. Er þetta náttúrulega kveikið þeim. Júsikas upp á móstum. Atu hítsjekk, setur hann 5 af 5 og 3 af 3 í vítum eins og við höllum. Nú opnaði statið sko. Já. Atu er með 18 stig hérna í fyrri hálfleik. Og staðan 49-25 fyrir Stjörnumenn. KR þó allavega búin að spila eitthvað smá vörn á hann í þessum senastu 2 en þá er hann bara allt í orðinn hittur. Hver þá? Atu. Atu. Fyrstu 4 þrýstandi voru frekar. Já. Fyrstu 3 voru frekar opnir og Easy setur fyrra vítið og ný. Austin Finnbogason strax komið 2 villur. Og heldur svona að voru að henda mönnum í baráttuna við Július. Easy setur seinna líka. Komið í svæði, hvað var Július, hún er Tómas. Adam og Darbosar reynir að finna stilla eitthvað upp hérna fyrir okkar, fyrir Stjörnumenn. Gerir svo á görunni. Þetta er skrítið samt. En samt, ég er bara... Að hann komið svona auðveldlega fram hjá Riston Poika. Já. Rennir hraustinn, geigar. Þeir eru bara komið með 7 sóknarfrákast á senastu 90 sekúndum. Eða hvað er það? Já. Skemmtilega þessi Eurosteppi á honum Easy Matthews. Við fáum eitthvað meira fyrir sinn snúðarna en fekk ekki. Er dæma uppkast þarna í baráttu milli Riston Poika og Július Júsikas. Innkasti eiga Stjörnumenn undir körfinni. Adam og Darbo finnur Július út í horninu sem hann kekar. Gleymir sér aðeins þarna. Mattias keyrir inn og fær villuna. Sótti sér þetta. Sótti þetta. Káringar eru komin í bónus og Mattias fær í 2 skot. Setur fyrra. Setna fyrir honum líka. Hvernig ætti sé að koma tilbaka eftir svona hlé? Þrátt að það sé ekki búin að vera hólku utan þessu kílóunum. En það ætla síðan bara að því að fara að spila í söpbundildinni. Ég held að sé í lagi fyrir hann, en ef við til dæmis sæjum, hvernig var að segja, Svein Blöndal eða eitthvað þrjóður en að vera að taka comeback núna, þá erum við kannski að horfa á aðra stöðu. Hann er þetta kann alltaf að skora.
Akkur segir Svenna þegar ég sagði hólkveitunum sé kílóunum. Þetta var eitthvað Freudian slip þarna. Það var Dirk Nowitzki reyning frá Júliussu Svíkarsson, hann hafði ekki sett á henni, þetta hefði verið fallegt að sjá. Já. Getur hann þetta? Ég vandrar sem getur þetta. Það getur allt. Þetta ótrúlega maður. Tristan Borga ætlar að taka yngastið 3 metrum frá línunni. Mér finnst Káringar nauðsynlega að þurfa á sigri að halda. Þeir eru í besta sæti í deildinni. Það var mjúkur til ekki. Og í kvöld eru nokkri leikir. Mjög fróðlega leikur fyrir norðan. Valur, að Tindastóll Valur? Já. Sko, Káringar eru neðsti með 2 stig og fyrir ofan þá með 4 stig er Þór Þórðarsson. Þór Þórðarsson hefur verið vann síðasta leik og er svona líta þokkalega út eftir að koma sér í gang eftir að Styrmir kom til þeirra. Já. Íringar eru þar fyrir ofan með 60 og svo koma Höttur og Stjarnan með 8 stig. Þetta gæti farið þannig að Káringar væru í 2 leiki í það að komast, eða 3 leiki í það að komast upp í fjárðsæti sem er helviti hart svona þegar móti er hálfur. Addu finnur Tóma í horninu, Tómi leitar að einhverjum, finnur engan, Jordan samt stelur boltanum, Ísi Martins kemur og Tóma skutur á honum í leiðartónu. Frábær við það á Tóma. Við horfum að svona, það eru Ír og Höttur að spila í Selja, í Írdófsins Selja, hvað heitir þetta, í Breiðholti, nýja Írsbreiðholti. Skógarseli. Já, Skógarseli og staðan er 40-40 þegar annar leikur þegar líður til lok. Þetta getur orðið áhugaverð staða eftir þessa umferð í neðri hluta deildarinnar. Turner með boltan 10 sekúndur eftir. Eru einhverjar líkur á hann sendan? Nei, ég held ekki. Það voru hverfandi og hann gerði það ekki, hann setti tvistið niður og Káringa reyna örvendingarskot frá miðju og þá líkur fyrir hálfleik staðan 51-32 Stjörnunni vil. Káringa aðeins komið tilbaka eftir alveg einstaklega dabra byrjun. Annar leikluti var allavega betri heldur en þess að fyrsti. Betum á duð og skal. Betum á duð og skal. Við skulum taka okkur hlé með þessum fleygu orðum Jóns Orra og komum aftur hérna rétt áður en að seinni hálfleikur hefst.
Já, komið sælir aftur ára góðir. Við förum að hefja hérna seinni hálfleikinn. Erum við að vonast til þess að Káringar spýti eitthvað í lófana og gefa okkur leikirna? Já, það ekki. Jó. Þetta var frekar rislítið hérna, sérstaklega í fyrsta leiknum það. Það er svona einhver svona smá bragur, en það að fá smá leikirna. Nú er Helgi að stilla upp í eitthvað fínt og fallegt. Þarf hann ekki bara að taka hárblássarann fyrst? Já. Aðeins. Hann lítur á að tekið henni í klefa. Já. Ég er bara forvitin að sjá hvort hann hræðir eitthvað í liðinu sem byrjar. Hver tók hárblássarann af þeim mönnum sem þú þekkir mest? Sem að þjálfa við þig? Ég held að sé Hrafn Kristjáns. Tók hann hárblássarann eitthvað? Ég held að sé Arnar Guðjónsson en það var ekki nema Böðvar kom inn í hálfleik. Aumingjar var eiginlega í þessum búningi. Helgi var bara alltaf svo pirraður á okkur. Það voru mögulegur. Káringar byrja með boltan. Samanlega byrjaði leikinni þeim. Já, og það er samanlega í Stjörnunni. Addur ennþá stigast með 18 stig hérna í fyrir hálfleik. Easy keirir á Júsikas og setur hann. Júsikas var hrifinn af þessu. Hann lendi einhvern veginn á kassanum á honum, lendi á vegg en náði þetta að klára. Nei. Linur missir boltan. Þetta séð maður nú ekki oft. Okkar maður Július fyrstu tilbaka. Eins og títnefndur Wilson Kipketer. Mjög forvitin að sjá hvort að Stjarnan reyni ekki að dæla honum á Július Júsikas til að reyna að fá fjórðu á Brian Fitzpatrick. Eins og þetta. Já. Á þetta ekki að vera óíþróttameisti. Hann brýtur aftan á og hann er að fara hérna í leiðu upp. Ekki spyrja mig, ég skil ekki þessari reglu. Nei, ekki. Ég segi bara oft svona. Það var svona, ætti þetta nú ekki að vera þetta? Já, og grípur svona í hendina. Já. Þegar við höldum að það sé merkið fyrir það að vera óíþróttamannsleg villa. Það hefði ég spilaði. Heitir þetta óíþróttamannsleg villa? Eða ásetningu? Eða hvað heitir þetta? Nei, þið tóku út ásetningu. Er þetta ekki óíþróttamannsleg villa? Ég veit það ekki. En það er íþróttamannslegt að brjóta. Þú átt 4 villur að gefa, sko. Já. En ef þú gerir ekki tilraun til að leika boltann, það er ekki þannig. Það er aukað. Æ, ég veit það ekki. Það leikurinn alltaf í gangi. Já. Og Káringar með boltann. Fitzpatrick, hérna Þorvald. Aftur svolítið góða burstu. Og það er ennþá líf í vörðinni á Stjörnunni, þannig að það er skemmt að vegari. Það er að klára þetta. Nú máttu senda hann. Nei, setur eitt rist í grillið á mér. 15 dripp og þristur. Kontestur. Það var eins og Arnar hefði teiknað þetta upp í áleik. Veigar keirir á körfuna, finnur svo Fitzpatrick sem hætti við þristinn. Jordan Sample setur hann og tekur smá stare-down á bekkinn í Stjörnunni. Það er gott svona þegar maður er 19 stigum undir og getur blautan í allum leiknum að taka stare-down. Fjórða villan. Fjórða villan Fitzpatrick og þá kemur okkar besti maður inn á. Kristján Boyka. Appelli Elmer í Kristján Boyka Alanen. Er að koma inn á. Hann er á 2-1 milli bara, já. Tökur frákastið hérna. Þorvaldur Orri, heyrðu, þetta er glæsilega gert hjá hann. Keirir hérna fram með Rob Turner sem er fljótasti maður í deildinni og hamrar hann svo yfir. Þegar Turner hefði sofnað þess. Það glimti sér. Hann krossaði hann og tróð svo bara, þetta er vel gert. Heyrðu, Semple bara að reyna á sig hérna. Og svo önnur tróðslan. Herru, nú gæti komið eitthvað líf, en nú þyrfti að koma eitthvað líf. Ja. Þessu þarf að fylgja eftir hjá Káringum. Og senda hann út á Turner.
Það var smá pick and roll og smá drip. Þetta var nú frekar auðvelt. Hullega á Seppúli, ég held að Júsikas hafi sko stíið hann út og hann svona frökklaðist af honum og beint á Turner. Það er stundum ókostur að vera aumari heldur en hinn maðurinn. Já. Turner kom með 12 stig, reynir yfir sér 13. hérna með vindinu. Setur það. Hún vísi upp með boltan. Og Rista. Tristan Pojka. Setur Tristan, hann virðist vera skytta. Já, ég held að þetta sé leikmaður. Hann er fljótur að skjóta. Það er svolítið langt skota, hann þarf að fá smá pláss til að fá skotið. Það er fljótur og Andrika Nervo samt en... Jæja, Káringar stela boltanum, Þorvaldur Orri. Finnur Tristan Pojka sem hann setur hérna, Vilgerð kemur svo nýri 13 stig. Það er smá áhlaup á Káringum, hvernig ætla Stjarnan að svara þessu? Ég svorði þetta að sjá núna tekur Arnar ekki leikli. Hann tók alltaf leikli á hann bara að þeir skoruðu tvisvar í röð. Já. Það voru 20 stigir. Og þú sérð alveg, sko, þú finnur alveg munin í Káarvörðinni, það er líf, Já. það er stemming og Addu klikkar á sinni fyrsta skoti. Þú gæti verið að fá óstina uppfyllta hérna með smá leik. Þessi þristur hefði komið henni langt. Þannig að sækir Adam og Darbo villu. Þetta er ágætis leið til þess að drepa tempóið aðeins og stoppa leikinn. Er hann besti Daninn sem við spilaði? Darbo. Ég man bara eftir einum öðrum sem var í KR leikstjórnandi. Sem var heldur góð líka. Hann var það Mortensen hjá hérna... Já, hann er þetta. Daniel Mortensen. Þá var hérna einhver stórgur hjá Keflavík fyrir 100 árum síðan þegar ég var að spila. Soltá, Tómas Soltá. Hver eru tæknivinir? Nei, 2 tæknivinir. Það eru 2 tæknivinir. Hvað gerðist núna? Við mistum aðeins, við vorum að tala um Dana. Ég sóna alveg út þegar að... Er þetta 2 tæknivinir á KR? Hann gaf merkið það var það ekki. Við sýnum það. Þetta er ekki rétti tíminn til að það var engum hent út allavega, þannig að það er eitthvað. Og það var bara 1 víti þar, þetta var bara 1 tæknivinir. Já. Hann benti bara svo oft á bekkinu. Já, og mér sýnum þetta ekki á 2 og 10. Já. Norðanmaður ársins er að klikka á fyrra vítinu af tveimur. Setur setna á hann í. Setur svo pressun á Mattiasson sem kemur upp með boltan fyrir Káringa. Það er yfirferð á okkar norðanmanni. Já. Í vörninni. Það er full ágáður hérna að fara sem villu. Algjör óþarfi en ég er ánægður með effortið. Munurinn er 15 stig þegar að Káringar fá hérna þrist í horninu og eigar ekki setur hann. 61, 49. Það er bara massar í því. Það er aðeins að snúast. Þetta er að snúast. Andinn, sko. Þetta er mómenti, sko. Darbo finnur ekki Júlíus Orra
stjálf boltanum og það er erfitt skot. Boltinn er út af og Stjarnan er dæmdur boltinn. Adama er að reyna að kasta boltanum áfram. Stjörnum hérna að reyna að stilla fyrir hraðasókn, ná hann ekki alveg. Július Orri finnur Július Júsíkas sem að tekur eitthvað glæsileg handspor hérna út úr tegnum. Darbo, vinstri stuttan tvist, klikkar. Veigar Áki tekur frákvæmdi, finnur Brynton Boyka sem tvist. Veigar. Turner tekur frákvæmdi. Það er algjörlega búið að snúast við hérna. Sóknin hjá Stjörnum búið að vera gríðarlega styrð. Já. Nokkrar. En nú fáum við smá dribbl og skot. Sem við höfum. Ég held því Stjörnumönnum í Haga að þú talir niður þennan sóknarleik hjá Turner í hverju einstu sókn. Ég var bara að lýsa leiknum. Það er ekkert að gefa þessu neitt gildi. Veigar Áki sækjar á hlinn, lendir á vegg. Jordan Sampool með stuttan tvist sem er stuttur. Mjög stuttur. Mjög stuttur. Attu að koma aftur inn á og Tómas Þórður fyrir hlinn og Rob Turner hinn þriðja. Ég held að þetta er sniðugt hjá Arnari að reyna að fá smá flæði í sókninni hérna hjá Stjörnunum. Það er Darbo sem að stýra leiknum. Július var að reyna að finna Júsíkas nafna sinn. Fótur á Káringa. Það er skemmtilega að sjá smá líf, jafnvel þó að sé fótur eins og tölum um það. Bara að reyna að vera fyrir, vera með læti. Fá smá orku. Það er líka algjörlega ómetanlegt þegar einhverju leikmennir á vellinum eru þarna aðra til að reyna að vera smá leiðileg. Það er vanmetið. Já. Það vantar. Káringa koma hann í hafjöfi, Easy Mattis. Erfið skot. Hann er að velja svolítið erfiða leiðir. Stjörnum að koma beint í bakið á þeim, finna Július Júsíkas sem að gera þetta snirtilega. Sækir villuna. Veigar Áki virðist meiða sig eitthvað þarna við viðskiptum sínum við Júsíkas. Kemur vonandi heitt frá því. Það er hann að högg í magan greinilega. Það er ekki aðeins neðar en maginn. Það gæti verið. Kemur Þorri inn á með 4 villur. Þorri, Veigar og Fitzpatrick allir 4 villur. Það er ofnlega illa dreift. Attu búinn að hægta sig í seinni hálfleik. Það er 18 stig. Júsíkas með 12. Rob Turner með 16. Kemur Abeli Elmer í ristan på Galvnen upp með boltan fyrir KR. Vá. Þetta var snirtilega gert en þetta var samt erfið leið. Hvað þarf ég? Hérna hlýtur hann upp á aðvörun. Þú verður ekki að aðvörun eða? Nei, hann fekk ekki aðvörun, hann fekk ekki einu sinni aðvörun. Hvað? Darbo upp með boltan fyrir Stjörnumenn. Júsíkas á topnum. Í handoffi hérna vantarlega við Attu. Sem að finnur svo Darbo upp á topnum. Þarna vantar alltaf einhvern upp á hæpúst til að finna Júsíkas sem er að fullu að síla menn undir körfunni. Það er að reyna að teygja á vellinu. Sástu Matt að hlaupa upp eins og vindurinn með boltan. Hann er glæsilegur á velli. Já, og þetta var það líka, sko. Já. Sjö, hann vantar hæpústin. Smá líf í Káringum sem að fá boltan. Þetta er Káur hjarta í Mattiasi sem er að keyra þetta áfram hérna í öldinu fyrir þá. Inn að koma Hlynur Bæringsson og Rob Turner þriðji fyrir Július Júsíkas og Adam og Darbo. Júsíkas lítur að hafa verið orðin smá þreyttur.
Nei. Það er bara að gefa hinn séns. Þetta er eins og Wilson Kipketer sem ég sagt margt á gáðu. Easy Matthews með góða hreyfingu, keyrir að körfunni og kemur muninn niður í 13 stig, 66-53 fyrir Stjörnunni. Já, hann er svolítið að leiða þetta áhlaup KR-inga núna. Hann er með 16 stig. Tómas, erfitt skot, Hlynur reynir að ná frákastinu eftir að og Hlynur svo ítt út af Mattiasi sem fær villin á sig. Og hann er skemmt. Bónus 2. Og það er tæknivilla. Nei, það var ekki aðvörun. Aðvörun. Flott á matta. Sigurbaldur fær hérna orði í eyra frá þjálfurum KR. Mér finnst alltaf svolítið slæmt þegar að allir leikmenn eru svolítið hissa á dómnum. Já. Mér myndi líka finnast það svolítið slæmt að það væri Helgi Már og Jakob sem væri að tuða í mér yfir í það og gefa tæknivilla. Þeir kunni þetta alveg. Kristján Boyka upp í erfiðan tvist og setur hann. Hlynur fara þessu villina, hann segist ekki hafa komið við hann. Það brauta hann samt fyrir utan teg. Já, örugglega. Kann hann laðast það. NBA continuation hérna. Kristján Boyka kom með 12 stig. Það er lítið farið fyrir því, en það er oft gott að hafa svona gæðir sem að skora, sem að malla bara sín stig. Já. Það er svona litla þetta yfir allan leikinn og þannig lækkaðir í vittis. Það er hérna tæknimaður rauðgæðir þetta hjá okkur. Grænlenski tæknimaður. Easy, gerir á köruna, fær villuna. Ég held að hann bara fengi þetta fyrir að hafa hnoðast hann inn í teig. Getur komið muninu niður í 10 stig. Það er kannski svona oft ef maður er að reyna að elta fyrir fjórleikluta að koma þessu niður fyrir 10 stig, í 10 stigin að minna, það er ákveðin sálfræði þröskuldur að ná. Já, það er að koma á smá anda inn í fjórða, sko. Já. 10 stig er alveg gerleg. Sálfræðilega. Setur fyrir að viti. En svo vantar samt sko eins mikið tvíeggjasvæðir eins og Rod Turner getur verið. Komið með hann. Þá vantar samt svona manni í KR. Eitthvað sem getur komið og algjörlega sprengt leikinn upp. Það er enginn hann í að KR. Það er enginn sem er að fara að setja hérna 9 stig í þrjumisókn. Enginn! Hjá KR? Hvað er það? Ég var að leggja áherslu á orði. Júlíus kemur upp með boltan. Honum er stólið, þá kemur Kristján Boyka, Finnur, Sjampul. Þetta átt að vera allihop sem að klúðast eitthvað. Helgi er vantanlega ekki sáttur. Og hann er Addu. Þetta hefði verið salt í sári, en í staðinn kemur þetta salt í sári eftir sóknarboltann. Easy Matthews fyrir þrist, setur hann, kemur svo niður í 9 stiga mun. 70-61. Það er starfað inn og dekka Easy. Tvistur frá Turner. Geigar Upp í... Kristján Boyka með frákasti. Var þetta ekki upp í drafstæði? Svo það ekki. Mattias kemur hér, finnur svo... Keirir út af, stýr út af. Við erum að fá leikinn í fjórða. Vellitin voru lengri þegar Matti var að spila senast. Já. Og gata hann þetta.
Darbo kemur inn fyrir Júlíus Orra. Júsíkas fær hvíld eða hinir káningar fá hvíld á Júsíkas. Adama Darbo upp með boltan. Þetta hátíðarskap Bjarnari að gefa káningunni hvíld á Júlíus. Hlynur hefur boltan, hann búinn að hafa frekar hægt síðan leik, bara með 7 stig. Keyrir af körfuna og fær villuna og káringar hóta hérna að fá tæknivillu. Hlynur sótti þetta. Já, ég alveg 100% vissum að þetta hafi ekki verið meinið. Já. Alveg 100% vissum. Heldur verið ég að þú hafði ekki verið villa? Nei. Já, við hefum ekki villa á okkur. Já. Hlynur setur fyrir að vilja onni. Helgi að sýna einum dómaranum hvernig þeir spiluðu vörn. Já. Góður látbrotleikur hérna þegar hann sýnir hvernig Hlynur fór að körfunni. Og ég var hrifinn af þessi, svo þetta, það var Ísland Póka, hann var að reyna að slá boltan af hringnum. Hann er að reyna á sig. Góð innafót að snutta hana hjá Helga. Hörðu, hann að gleyma stjörnunum sér, algjörlega í vörninni. Hlynur var sniður. Já. Bítu. Minnum 24 sekundur eftir. Ég ætla að eiga þessi senast í sóknum. Hann er alltaf búinn að vera í þessu leik síðan 1989 á úrvalsdeildarleveli, þannig að hann veit alveg hvað hann er að gera. Ég held að Hlynur hafi spilað með Einari Bollasyni. Þetta hérna er ég líka 100% sem hafi ekki verið villa. Það er 9 stiga munur. Turner á víti, 2 víti. Það komið upp þessu 11 stiga, en káringar fá allan að loka skot. Setur þetta í niður held ég. Setur setna. Hvað gera káringar? Wow, herðu. Það er villa og það er óíþróttamannsleg villa á Adama Darbo. Jóhann er ekki hlátur í hug, dómara. Var þetta make-up call? Já, þetta er alveg 100%. En ég veit það ekki, kannski er þetta bara horfið. Kannski. Ekki þekkir við reglurnar. Hefði ég fengið mikið af svona villum hér. Easy setur bæði vitin inn og kemur þessu 9 stiga. Það er þessi sálfræði þau sem við vorum að tala um á. Þetta er 9 stiga munur og þeir taka leiklit en þeir eiga tíma fyrir 1 skot áður en að leiklitin er úti. Og geta komið þessu jafnvel niður í 6 stiga mun. Þá er þeir þrist. Hlynur er að setja pressu á dómarann á móti til að reyna að fá næsta make-up-call. Það fer nú vel á með þeim, Hlynni og Jóhanni. Ekki þarf að ræða líka þessi dómaranna. Reyna er þrist, káringar eða fara þær í einhvers konar lobb að hringnum. Ég held að fara í lobb að hringnum á Easy. Heldur ekki taka einhvern svona San Antonio Spurs hamar kerfi? Já. Ef ég myndi vita hvernig það væri, já, þá... Þú veit hafsjóra fróðleik í svona leikkerfum hjá NBA-lið. Já, það ekki. Það var aðalega því að Hrafn Kristjáns var alltaf að taka upp eitthvað svona kerfi sem San Antonio Spurs hefði skilað. Hann bara áttaði sér stundum ekki á því að hann var með okkur í liðinu sínu. Eins og Kawhi Leonard og Hlynur eins og Tim Duncan nákvæmlega í stökkvörn maður. Já, þá getur það með Hlyn, en það var kannski aðeins verra að hafa mig hann inn á. Og ekki bætti á skákið á Marvin að með.
Marvin svolítið dönganlegur. Já, Marvin var ógeðslega góður leikmaður. Hann gæti ekki hlaupið kerfi til að bjarga lífi sínu. Mjög fundamentals maður. Þau klúðu kerfin áður en lögða stað maður. Þetta er þristurinn. Það var ekki verið að setja okkar mann upp í success hann Risnonpoika. Nei. Það var erfitt. Byrjaði á kerfinu og neitaði að setja aftur upp og... Heyrðu, staðan hérna eftir 3 leikluta er 74-65. Rob Turner hinn þriðji er með 20 stig fyrir Stjörnuna en stigahæstur á vellinum er Easy Matthews með 23 stig. Addu sem var með 18 stig fyrir áleik en ennþá með 18 stig. Risnonpoika Alanen er með 13 fyrir finnana, fyrir káringana og Jordan Sample með 12. Og Fitzpatrick með 2 fyrir KR og í villivandræðin. Þeir eiga hann inni, ef ekki að segja það. Ég veit það ekki alveg. Ég veit ekkert hann skýtlúkar og hann reynir alltaf á sig. Ég veit ekkert alveg í hverju hann er góður. Þeir eru búin að gefa honum hérna alltaf galopin fyrir þetta þryggjastælínuna. Já. Var ekki Júsikas líka með 12 í hálfleik? Já, jú, það getur verið. Þannig að þetta var þriðjuleikurinn var erfiður fyrir Stjörnumenn. Rob Turner og Easy Matthews. Getur það verið að káringar hafi unnið að leikluta með 11 eða 12 stigum? 10 stigum. 10 stigum. Leiklutarnir hafa farið þannig að Stjarnan vann fyrsta leiklutan 29-10. Svo var jafn annar leiklutin 22-22 sem kemur á óvart. Og þriðja leiklutan vinna káringar með 10 stigum. Mjög fróðilegt að sjá hvernig Stjarnan ætlar að svara þessu. Júsikas búinn að fá góða bíl. Ef við horfum aðeins á tölfræðina á leiknum, þá eru bæði lið búin að taka 80 skot, káringar að hitta betur. Munurinn er í vítunum, þar sem að þetta var yfir fyrir tölfræðdagsins. Rob Turner keyrir á körnu og setur layup honni og fær víti af ekki. Óskar ófægum að fara að passa sig með þessari yfirferð á tölfræðileiksins. Ég var að rugglast. Munurinn liggur í þryggjastæðarýtingu Stjörnunnar. Þetta er aftur sér. Þeir eru bæði búin að taka fleiri þryggjastæðarskot og eru með betri nýtingu. Þorri, Risnonpoika, veitar að Easy Matthews finnur hann ekki en Jordan Sample fær hérna leiða körfunni og þetta nýtt sér þetta aðeins betur. Sample ætti að vera miklu hraðari ef hann tristi sig til að taka leiðum með Júsikas í bakinu. Já, sko, það er erfitt fyrir Júsikas núna að vera inn að ef hann á að reyna að dekka ykkur fyrir utan. Það er engin stórmaður fyrir Júsikas að dekka en þarna hefðu menn þurft að finna Júsikas undir körfunni. Sástu Síli? Já. Við þurfum eiginlega að fara að mæta á æfingar og Stjörnunni til að kenna þeim að finna niður á Síli. Já. Ég var að hanga fyrir utan þryggjastælínuna og reyna að finna hann þar. Turner hinn þriðji er að kveikja á sig hérna komið fyrstu 4 stig Stjörnumanna í síðasta leiklutanum. Það er 4 fleiri stig, þetta er sendingar. Turner með frákvæmst eftir skot káringa. Þess upp í snöggan þrist, setur hann ekki. Þorri með frákvæmsti, finnur Easy Matthews. Hvað gerir hann? Fer upp í snöggan þrist, setur hann honni og munur á 9 stig. Það er smá erfitt aðeins að horfa núna á Stjörnuna, sérstaklega þegar Adam á Darbo og líka stjórninguna þegar Easy Matthews setti þristin hann eins og hann væri eitthvað pirraður. Þarna er hann að reyna að vinna.
vel í að loka hérna, af því að Hlynur Hlynur sem að horfa almennilega niður á Júsikas og þeir gera vel í að loka á hann hérna Kristján Póka. Já. En sko, hann að gera alla vinnuna rétt, Július Júsikas í körunni. Þeir eru bara ekki að... Það bara held ég erfitt að vera stórmaður í þessari deild og það ekkert margir sem kunna að vinna með svona körnum. Easy Matthews snöggan þriðist, hittir ekki Stjörnumenn á frákastinu. Hér kemur Robert Eugene Turner hérna þriði, vinnur Fyrsta sendinguna í þriða leikunda hjá sér. Fyrsta villan á hann. Þetta var fyrsta villan á hann. Já. Það var eins og fluga á bakinu á honum og fær villu fyrir það. Já, Þú ert ekki sammála þessu? Nei, sko, jú, það getur vel verið að það hefur villa. En þetta líka leikmaður í einhverjum klósleik hérna til hvers eftir að dæmi þetta. Attu í horninu, setur hann. Attu 70, Attu með sín fyrstu stig í seinni hálfleik, komin í 21 stig. Kristján Póka fyrir Káringa, vinnur Sambúl, að hverju þeir eru að leita. Þeir eru ekki að leita nefnir, þeir góð vörn Stjörnunni sem endar enda með broti hjá Adam og Darbo, sem ekki hrifinn af kallinu. Á körfuna að reyna að opna Easy Matthews með boltan fyrir Káringa. Það var smá smeykur þarna þegar hann sá Július Júsikas fyrir fram á sig. Hann hætti við í miðri hreyfingu. Körner, langur tvistur, hittir ekki. Mattias með frákast Káringa. Ekki hyggilega að bæta við annarri sendingunni sinni í þriðjumferð. Mattias vinnur Easy Matthews sem að lendir á Attu og þeir tapa boltan. Það eitthvað spyrir. Káringar að fara illa með tækifæri sín til að minnka muninn. Þeir eru búin að vera sjens en hafa einhvern veginn verið að þröngva því. Ég segði samt bara þegar að Darbo er með boltan í höndunum að þá eru allir aðeins meira tilbúinir í að hlaupa út og reyna að opna sig og eitthvað svona því að þeir vita að þeir gætu hengið boltan. En mér finnst bara allir frjósa þegar að Turner með boltan. Þetta voru fín orð. Þetta voru fín orð, ekki mín. En það þetta rétt. Og það eitthvað við það þegar þú ert líka sko, í sókninni frosinn þá hefur það áhrif á hvernig þú spila vörn. Það einhvern veginn flæðið í öllu sem að drefst. Það ekki bara sóknin. Turner setur líka orðni. Hann má eiga það. Þetta er þessi stöframæður. Hann kann að skora. Veigar að fá 50 villa með þetta. Veigar og Þorri báðir komum við 5. Og vorum við að fá skiptingu og gáðir. Þorsteinn Finnbogason kemur inn á Július og Tómas í horninu. Opna þristur hittir ekki Káringan á fanginu. Og Mattias ætlar að stýra þessu hérna. En nú sjáum við hvað allt í núna skrítið með þessa þriggja útlendinga reglu þegar þú ert með 4 í liðinu. Nú ertu með Fitzpatrick inn á og hann svo eini á bekknum með Kára sem búinn að spila í leiknum. Það bara, og hann má ekki vera inn á, þannig að það bara Þorsteinn eða hinir þarna. Já, þeir megi ekki setja hann inn núna, nema þá fyrir einhvern annan. Já. Og það þá væntanlega Helgi að taka ákvörðun það að leggja meiri áherslu á sóknina heldur vörnina að vera með hann út á og hinn að þrá inn á. Já, það ekki svo reyndar það gekk ekkert sérstaklega vel á móti. Nei, hann bara með 2 stig í þessum leik sko. Já, og braut bara á Júliusi og þannig að Darbo þarna velur til þessa baráttu og vinnur hana á móti Þorsteini Finnbogasyni. Stjörnumenn komum með þetta upp í 15 stig. Já, ég
eins og segi, mér finnst Káringar hafa átt séns á að koma til þessu leikin en einhvern veginn klúðraði. Já. Það voru þarna 3 sóknir í röð eftir stopp vandamegin sem þeir fóru bara illa með. Það tapaði boltar og Já. svo er Stjarnan með Turner og hann getur bara skorað og Darbo getur skorað þegar hann fær Þorstein Finnbogason á sig og Nú er þetta bara svolítið hjá Káringum, en að leysa þetta upp bara í einhverja vitleysu, einhver trilling, grynda einhver trillingar sem að Þorstein Finnbogason fær að negla niður þrista. það er einhver leið. Það er ein leið. Ég veit ekki hvort það ætti að vera gameplani í fjórðarleikstæðina. Hérna á 15 stegum undir, þú verður að taka eitthvað risk. Já, að leysa það yfir. Ég Já. ætti að vera að gera það, sko. Já. Ég veit ekki hvort að Þorstein Finnbogason negla þristinu sé sterkast af vopnið. Ég hef nú fengið nokkur slöðis í andlitið, þannig að þetta sé bara ágætis valkostur með stöðuna. Hérna þegar eru 5,5 mínútur eftir þá er það Darbo, Addu, Turner, Tómas Þórður og Július Úsíkas fyrir Stjörnumenn og hjá Káringum er það Riston Boyka, Easy Matthews, Matti, Jordan Sempúl og Þorsteinn Finnbogason. Já. Það er áhugavert hérna, leikurinn er ekkert ofboðslega vel girtir. Ég held að það verður þetta með reknir í að vera girtir. Dottið út sem áherslega á dómurum. En ég er samt hrifinn af Þorsteini Finnbogason. Hann er mjög stuttum. Já, það er alltaf rétt val að vera stuttum. Já, og ekki giftur. Það er töff. Hörðu, það er það. Glæsileg hreyfing hérna á Turner hinn á þriðja. Og Stjörnumenn er að baka köku hann á bekknum. Vissla á Addu í einhverjum varningi, brýtur á Riston Boyka. Easy Matthews er svolítið búinn að vera að reyna að leika saman leik og Robert Turner hinum megin, en það hefur bara ekki gengið hjá honum. Er ekki Robert Turner bara reyndur í þeim mál? Riston Boyka blika á tvistinum, Stjörnumenn á hokastinu. Og það er Darbo sem að fara að stilla upp í kerfi í rólegheitum og er vantanlega að nýta klukkuna svolítið bara, að byrja að nýta klukkuna hérna, það eru 5 mínútur eftir af leiknum. Það er smá líf hjá Káringum. Heyrðu, og það er óíþróttamannsleg villa á Þorstein Finnbogason. Hvað finnst þér um þetta? Ég sá ekkert svona. Sigurbaldur var reynda töluvert nær heldur en við. En ég það alveg bara geðvik sending. Þetta var góð sending. Ég held að Tommy hafi ekkert verið að biðja óíþróttamannslega þarna, sko. Nei, hann reyndi allavega að blokka hann, sko. Hvort hann hefði farið full harkalega í hann, já, má dæmi það. Ég hef ekki dæmt svona, allavega. En ég kann líka ekkert reglinu, sko. Hann tekur það til hvað var að gera? Að ræða hvort hann hefði skorað. Tómas fær 2 víti, klukkar úr fyrra. Tómas kom með 2 stig og bætir inn með 3 við hérna. Er eitthvað líf eftir í Káringum? Ég held að þetta er 18 stig, ég held að við með Darbo, Úsíkas og svona reynslu mikla menn held ég að gangi frá þessu? Já, það var trúið öðru, sko. Einhver smá flautukonsert í gangi hérna. Stjörnumenn komnir í bónus þegar eru 4,5 mínútur eftir.
Það var ekki of marga stíg út. Sika setti fyrra viti ofan í, komin í 13 stig. Það var mjög rólegur í seinna hálfleik. Þetta líka Þorsteinn Finnbogason og Darbo spiluðu þetta saman. í Grindavík. Já. Það er eftir að kannast ágætlega við þetta. Þetta kemur alltaf þristur frá Þorsteini, Geigar, Þorsteinn Rákasti. Sika settar á Fitzpatrick. Finnur hreyfingu, setur hann ekki orðið. Ég held að hann hafi ekki alveg nefnt að fara í allan barndingi í Sika þarna. Nei. Matti Geigar á layupinu, Turner, langur tvistur, setur hann og munurinn orðið 22 stig og Turner í þriðji komin í 30 stig. Það er Sika þessi virðist vera. Erum við að fara að sjá sýningu hérna í lokin frá Turner? Já, ég held að verður max 4 sendingar. Það er góð barátt boltan hana milli Tómasar og Ristan Boyka. Það var svolítið grútlegt. Þorsteinn Finnbogason var að toga það á fætur og Ristan Boyka og Tómi héldu í hendur okkur öðrum. Það er þetta fallegt. Það er kærleikur yfir hátíðarnar. Já. Það er ekki búið að vera mikið að gera á kústinum í þessum leik. Ég held að fáum einhverja smá sýningu hérna í lokin frá Rob Turner. Já. Hann er að gíra sig upp í 40 stíl. Ég held að hann sé að gíra sig upp í 50. En svo er bara spurning hvert hann kemst með það. Áhugavert handboltakerfi sem var í gangi hana hjá Káringum og svo Fitzpatrick með mjúkan þrist. Darbo hendur hann bara út af. Ísi kemur upp með boltan fyrir Káringa. Boltinn endar út af og Káringar er að hinkast undir körfunni. Kólnið virðist eitthvað að vera sleipt hérna fyrir Ísi Matthews. Þetta Sumir að leikja við K.R. þetta eða 3 og 4 leiklutum hérna. Þetta var nú huggulegt hjá Ristan Boyka. Já, þetta er bara einstaklingsframtak. Já. Þegar þeir voru að koma sér inn í leikinu þá var þetta Ristan Boyka og Ísi Matthews. Já. Það er ekkert mikið flæði í þessu liði. Svo sem ekki stjórnum megin heldur. Nei. Svo maður er að klára þetta Fitzpatrick hérna ætlar að posta upp í Sikas. Já, hann getur alveg stefnt í. Myndi að mæla með því. Gleyma hugmyndinni. Ísi Matthews verulega pirraðar á þessu. Aðeins að gæla við það að fá tæknivillu. Helgi er að reka menn áfram. Það er 17 stiga munur Stjörnunni í vil. Þeir hafa rauninni leitt en leik allan tíma. Það var eitthvað á köflum í þriðja leikluta sem að Káringarnir gerðu smá allegu en það duði skammt. Turner 34 stig.
Það hálf komist með hvað hann ofboðslega góður sóknarmaður og hörku duglega varnarmaður líka, Turner. Það ég get tuðað yfir hann. Þú? Já. Já. Ég finnst svo leiðast að horfa á hann að spila körfubolta. Ég veit ekki af hverju. Jákvæðir strákar, það er jákvæðir. Steini var ekki að tala um mig. Það var að tala hérna um áhverjum. Sko, það er eitthvað við það að sko horfa á liðsíþrótt og einhvern veginn sjá. Þá vill maður sjá flæðið, þá vill maður sjá einhvers konar liðsbolta í gangi. Já. En það er erfitt ef maður er svona töfrakann í liðinu. Já, hann er það bara... Þarna reyndi Easy Matthews að tróða vitandi af Julius Júsíkas og eftir sér og hann vissi á honum. Hann vissi á honum, hann var hræddur. En þetta var þriðja hraðaflötu sem að Júsíkas stoppast. Já. Það er eitthvað undarlegt í löpunum á hann. Easy Matthews á bara að hlaupa fram úr. Þarna. Það bara skýtur þetta eitthvað. Hann er eitthvað svona... Hann er eitthvað staðar úrvalsvöldurum. Hann hefur hlaupið þar Í hvaða land eru þau fjöld? Þau eru í Rússlandi. Já. Ég sé það. Stjörnumenn fannir að skipta inn á kemur Múli, vinnur okkar Ásmundur Múli Ármannsson. Hann er fingeringur, við kleimum það. Þorsteinn með þrist, gefur sér á blað, 3 stig. Kentucky Geðeginn. Kentucky Geðeginn. Kentucky Geðeginn. Stappa fyrir Linn og það Turner hérna. Nú eru ungir menn að fá sína sénsa. Hörðu. Fyrir tímasett. Þetta gerði Rísdal Pögga vel. Stal boltanum hann að drippunni á Július Orra. Það hefur kannski geta verið aðeins minna kærleis boltan en Július ætlaði að svara Finnur Múla út í horni sem að setur fristið. Með 100% nýtingu í þessum leik. Ármann Múli Ármannsson. Hann fristir frá Þorsteinn sem hann geigar. Fitzpatrick lyftir sér upp og treður yfir allt stjörnuliðið eins og það leggur sig. Aðallega yfir Tóma. Var þetta ekki aðallega yfir Tóma? Það er aðallega yfir Tóma. Múli fætti enda á sér skref. Arnar er ekki hrifinn af dómgæslunni. Gildir einu. Leiknum með því sem næst lokið með núna er staða 99-88. Þetta er ekki nema 11 stig. Gáringar að gera þetta aðeins fallera fyrir sig. Já. Ég veit að þetta er ekkert hvernig fyrirleikurinn fór en hvort það geti einhvern tímann skipt máli. Þannig Sigurður ætlar að ná Rísdal Pögga kemur í veg fyrir það að stjörnumenn ná að skora hérna í síðustu sókninni. Það er einhvers innkastið eftir. Og þá er leiknum lokið með 99-88 sigri stjörnumanna. Já. Arthur og Júsíkas heldur sig upp í fyrri hálfleik. Seinni hálfleikur var aðalega fjórði. Turner hinn þriðji. En við skulum fara hérna rétt yfir stigaskorið áður en við lokum þessu. Stigastöðuliði Stjörnunnar með 34 stig var Robert Turner hinn þriðji. Næst stigastöð var Arthur Addu með 21 stig og þar á eftir kom Julius Júsíkas með 14. Hjá Káningu var Easy Matthews með 31 stig, Jordan Semple með 14 og Rísdal Pögga Alanen með 17 stig. Leiknum líkur sem við segjum með sigri Stjörnumannar með 99 stigum gegn 88 Káninga.
þökkum hérna fyrir okkur í Umhyggjuhöllinni í Garðabæ og við erum bara gleðilegt ár. Gleðilegt ár. Yes.